dæmi 911. Það sem við erum með svona blandara, svona mixara, svona blað, hnífin í honum, svona, einhvers konar svona unit sem er að sem sagt snúast svona. Þetta er sem sagt svona í blandara. Og sem sagt það er að snúast sem sagt með hornhröðun, sem sagt alfa jafnt og 1,5 radíana á sekúndu. Það getur sem snúist með þessu. Og það er spurt í A-liðnum hversu langan tíma mun að taka sem sagt blandarinn að komast upp í 36 radíana á sekúndu. Nú, við erum með einhverju efni sem segir að omega sé jafnt og omega 0 sem sagt pluss alfa sinnum t. Og við viljum komast þar sem omega sé 36 sem sagt radíanar á sekúndu. Og við vitum það sem sagt að við byrjum í kyrrstöðu þar sem að omega 0 er 0 radíanar á sekúndu. Og þá getum við umritað jöfnun okkar sem sagt ofan. Þannig að því að þá getum við sagt að omega sé jafnt og alfa sinnum t, menn að omega 0 dettur út af því að það er 0. Þannig að við getum sagt sem sagt að til þess að fá sem sagt t, að þá fáum við sem sagt omega deilt með alfa. Það er að við erum með 36 radíana á sekúndu deilt með 1,5 radíana á sekúndu í öðru. Og ef við sláum því inn, þá fáum við cirka 24 sekúndur sem tekur okkur að komast úr kyrrstöðu, sem 4 sekúndur að komast í 36 radíana á sekundu úr kyrrstöðu, þannig að t er þá jafnt og 24 sekúndur, sem A-liðurinn. Ok, svo spurt í B, hve marga hringi þarf blaðið að snúast til þess að hversu marga hringi snýst blaðið á þessu tímabili. Og þá þurfum við að beita sem sagt jöfnu sem er staðan, það sem að staða er einhver staða 0 pluss omega 0t pluss hálfur alfa t í öðru. Þetta lítur alveg út eins og stöðujafnun okkar eða hreyfijafnun okkar sem var á fyrstu kaflanum, og við byrjum í kyrrstöðu, þannig að við ætlum að finna hversu stórt hot við erum að fara. Byrjunarstaðan er 0 og við erum með úr kyrrstöðu, þannig að við erum með 0 sinnum t pluss hálfur sinnum 1,5 sinnum 24 sekúndur í öðru. Þetta er færslan okkar, og ef við reiknum út úr þessu þá fáum við 432 radíana sem við erum að snúast. Nú þurfum við að breyta þessum radíunum í snúninga, og við vitum það sem sagt í einum snúningi er sem sagt 2 pi radíanar, og þá þýðir ekkert annað fyrir okkur heldur en að margfalda þetta sem sagt þessa stærð með horninni sem við erum með. Við erum búin að fara, þannig að við erum með 432 radíana sinnum 1 snúning á 2 pi radíana, þannig að við getum stytt út sem sagt radíanana. Þannig að 432 deilt með 2 píum er þá cirka 60
10, hvað erum við marga aukast við 3, það er 68,8 snúningar sem við erum búin að fara. Og þá erum við búin að leysa þetta dæmi.